Já. Ég veit það ekki, ég held að við séum bara nokkuð svona 50-50 í þessu. Ég held það. Þú sérðu þáttinn. Já, ég sé þáttinn mestu. Valur skúrar yfirleitt, af því mér finnst það rosalega leiðilegt. Það er að leiðilegast sem ég geri. Og ég sé uppvaskið yfirleitt, þó mér langið ekki. Ég fer út með ruslið. Sko ég hef orðið vör við það, bara sem einstaklingur í samfélagi, að það eru ýmsar mýtur í gangi íslenska verkskiptingu. Bæði það að þetta hafi breyst svo ofsalega mikið og kallar eru farin að taka svo mikinn þátt. Þegar við skoðum hins vegar tölurnar, að þá er 70-30 skipting á milli hjóna. Konur gera 70%. Já, ég hef kannski verið virkari að sjá heimanámi á stelpunum, svona framan af. Já, víst. Og svo þurrka ég alltaf af og moppa. Já. Já. Rosalega og svo er restin á haldinu. Það hljómar rosalega vel. Já, þetta kannski alveg rétt. If you were a woman and I was a man, would I send you yellow roses? Would I dare to kiss your hand? In the morning would I caress you like the wind caresses the sand? If you were the woman and I was Ég hef verið að skoða samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu, einmitt út frá svona kynjafræðilegu sjónarhorni og einmitt að skoða þennan mun á körlum og konum. Og það kemur í ljós einmitt að konur bera þessa megin ábyrgð á bæði heimilsverkunum og umönnun barna og vinna mjög langan vinnudag. Þótt að vinni mun styttri vinnudag en karlar, þá vinna íslensk konur álíka mikið og norskir karlar. Og mér þykir svo áhugavert og einmitt og fór að velta fyrir mér, ok, við vinnum svona lengi, atvinnuþátttaka er svona brjálæðislega mikil og íslenskar konur eiga OECD-metið í atvinnuþátttöku. Svo eigum við mikið af börnum, við eigum sem sagt að meðaltali 2,1 til 2,2 börn á ævi hverrar konu. Og ég fór bara að velta fyrir mér hvernig í ósköpunum gengur þetta upp og komst auðvitað því að þetta gengur upp af því að við erum svona búin að selja okkur þessa hugmynd og kannski íslenskar konur búin að selja sér þessa hugmynd að það sé kannski ekki svo mikið hægt að gera í stöðunni. Og þá finnum við bara svona leiðir til þess að láta dæmið ganga upp og þá oft með því bara svona selja okkur hugmyndin og það sem að birtist í minni rannsókn var einmitt þetta, ég kalla þetta svona pollýönnu heilkennið. Við förum bara í pollýönnuleikinn, sitjum á okkur brosið og bara einhvern veginn komast í gegnum daginn. Ég er slökkviliðsmaður og sjúkraflutningamaður, slökkvilið Akureyrar. Og svo spila hann í hljómsveit, þannig að vinnu aðra hver helgi og spila í hljómsveit hérna helgarnar. Og svo er ég í háskólanámi. Annars ger ég lítið. Ég er að vinna hjá Sími sem verkefnastjóri og ráðgjafi, þannig að ég er í svona 8-4 vinnu og kenni svo stundum á kvöldin. En við náum að púsla svo ótrúlega. Landsbanki reynir svona eftir því sem við getum að koma til móts við starfsfólk varðandi samræmingu atvinnu og einkalífs að bjóða upp á sveigjanleika. Það eru þetta miserfitt út frá mismunandi starfsumhverfi sem fólk er að vinna í en við viljum að fólk geti haft svona ákveðin sveigjanleika til þess að stilla sinn vinnutíma af eins og því hentar. Það getur þá verið ýmist að fólk getur verið að mæta snemma og fara fyrir heim eða koma seinna og fara seinna heim eða svona að fólk hafi það svigrúm að geta svona stýrt sínu vinnutíma eftir því sem hentar hverju sinni. Ég er að vinna að lokaverkefni sem felst í því að rannsaka hvernig starfsfólki á íslenskum vinnumarkaði gengur að samræma vinnuna og fjölskyldulífið eða fjölskyldulífið og vinnuna, hvernig þessi tveir þættir sem er stóri þættir í lífi fólks spila saman. Önnur rannsóknarspurning er hvort að starfsfólk fyrirtækja sem eru með skýra fjölskyldustefnu upplifi betra jafnvægi milli fjölskyldulífs og vinnu en starfsfólk sem vinnur hjá fyrirtækjum sem ekki hafa fjölskyldustefnu. Niðurstöðurnar úr þessu, þær segja að þeir sem vinna
lengstu vinnuvikuna eða því lengri vinnuviku sem þú vinnur, því erfiðar áttu með að samræma. Og þeir sem að vinna vaktavinnu eiga líka erfiðara með að samræma fjölskyldu og vinnuna sín. Mér gengur betur og betur að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. En það auðvitað þannig að stundum finnst manni maður ekki alveg hafa stjórn á því, sko, að verkefnin eru mörg og þau eru spennandi og það ekki svo það sé endilega pressa, utanaðkomandi pressa að halda verkefninu gangandi, heldur þetta meira bara manns eigin svona drifkraftur að vilja ná árangri og halda áfram. Og það er náttúrulega bara á móti kemur og þá er það maður sjálfur sem þarf að stilla sig af og ekki vera alltaf í vinnunni, heldur að vera heima líka og sinna fjölskyldu, vinnum og einkalífinu. If I was the heart and you were the head, would you think me very foolish if one day I decided to share these walls that surround me just to see where these feelings led? If I was the heart and you were the head. Þannig að þetta ekki eitthvað að skipta jafnt, það bara svona einhvern veginn, þetta bara rullar. Ef annar okkar hefur minna að gera þá tekur meiri þátt í heimilisstörfunum og öfugt, sko. Umræðan samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs, hún snýst ekki eingöngu skiptingu heimilisstarfa, heldur líka það hvernig vinnustaðurinn bregst við upp á hvað hann býður og jafnvel umhverfið. Hvað er vinnudagurinn langur, er vinnutíminn sveigjanlegur, geturðu skotist frá? Til dæmis þá hefur Garðabær tekið það upp að keyra lítinn strætisvagn á milli skóla, tónlistarskóla og íþróttahús eða hvað nú krakkarnir er að gera. Og þetta auðvitað dregur mikið úr umferð, tapi á vinnutíma og þessu álagi sem það er á foreldra að vera sífellt að skutla krökkunum út á suður. Við kynntumst 97 í Danmörku og við eigum 2 stelpur og hund. 14 og 9 ára stúlkur. Og 5 hænur. Já, 5 hænur, ekki glemma því. Þetta er mikið kvennaheimili. Já. Og ég sé meira til dæmis þvott á sumrin af því ég hef gaman að því hengja út. Það fyrir mjög í taugarnar á Halli. Því að rignir alltaf á þvottin. Þannig að ég sé þvottinn sko 9 mánuði og þú 3 mánuði. Já, óvislega. En annars einmitt er þetta svolítið eftir hendina en Hallur gerir almennt meira en ég á heimilinu. Svona á venjulegu. Já, þú vinnur líka meira. Það er mikilvægt að hafa í huga að okkur hættir til að hugsa fjölskylduna sem pabbi, mamma, börn og bíll. En það er ekki algengasta formið. Algengasta formið eru 2 fullorðnir og kannski eru eldri börn á heimilinu. En fjölskyldur eru afskaplega margbreytilegar. Það eru fjölskyldur með fötluð börn, það eru fjölskyldur samkynhneigðra, það er fólk af erlendum uppruna og eflaust mörg fleiri form. If I was the woman and you were the man, would you send me yellow roses? Would you dare to kiss my hand? In the morning, would you caress me as the wind caresses the sand? If I was the woman and you were the man. Ég held að heimilisstörf snúist algjörlega sanngirni sjónarmið. Já, líka hvað maður hefur gaman að því. Ég hef ekki gaman að því að skúra. Ég bara meika það ekki. Það þarf bara að gera það, skilur. Þannig að ég held að eldamennskan er kannski undanskilin, en svona almenn heimilisstörf, ég held að enginn hafi neitt sérstaklega gaman. Þegar við skoðum heimilin, þá vinna kallar og konur ólík störf. Það snýst ekki áhugasvið. Ég þekki enga konur sem eru sérstaklega áhuga á þrifum eða þvotti. Þetta snýst ekki það. Þetta snýst samfélagslega skilyrðingu hvað er við hæfi. Ég hugsa nefnilega að í grunninn sé heilinn mjög svipaður.
en við erum samfélagslega skilyrt og það er ekkert að því að það sé verkaskipting, það er ekkert að því. Hins vegar finnst mér eitthvað skrítið að hann þurfi endilega að vera byggð af kyni. Maður er alin pínu uppi, við erum bæði svona mæður sem gera allt. Þú veist, pabbi mér vissi ekki sko hvað hnífapörum voru geymt heima hjá mér. Og ef mamma fór heima þá var hún búin að græja allt fyrir nýskapinu, alveg bara að merkja með dögum og þú veist, þannig að við erum held ég bæði svolítið alin upp, já, þú veist bara hvað mátt að borða mánudag og hvað mátt að borða þriðjudeginum. Og þetta hef ég aldrei gert, ég passaði það, því þarna fannst mér fara of langt. En ýmislegt annað hef ég gert. En við erum bæði alveg svolítið í það að mömmur okkar eru drifkrafturinn á heimilinu. Mér finnst sko að maður pælir í því, maður er mjög meðvitaður hvað maður gerir sjálfur. Og maður kannski tekur ekki jafn mikið eftir í hvað hinn aðilinn gerir. Þannig að maður með því að pæla hans í þessu þá svona áttar maður sig aðeins á því hvað hinn aðilinn er að gera þó á móti, sko. Þannig að maður er alltaf mjög meðvitaður það sem maður gerir sjálfur en svona, maður getur gleymt í hvað makinn gerir, sko. Ég hugsa líka stundum það, sko, hvað ég er að kenna börnunum mínum. Og ég vil alveg að sko stelpunum mín að kunna skipta kló og þú veist, skipta peru og bjarga sér og ég kenni, þú veist, það er eitthvað sem ég finnst bara eiga að vera alveg einhvern veginn jaft og ég geng svolítið upp, mér finnst ekkert endilega að valsa slá garðin eða laga orfið eða eitthvað, þú veist, og ég þumbast pín í því, sko, setja bljós og eitthvað. Og mér langar sko að dætur mín að læra það og líka sonur minn, sko. Þetta er eitthvað bara, en ég vil líka, auðvitað vilja þetta sé jafnara, ég vil að við séum að skipta meira, en ég er líka búin að finna það að það þarf átak til þess. Svo vitum við líka rannsóknum að konur eru hamingjusamari ef að verkaskiptingin er jafnari, en svo er þetta líka bara sanngirnisspörsmál að annað kynið sé ekki að vera lengri tíma í vinnuvikunni, í vinnu. Það er engin sérstakur munur á ungum konum og ungum körlum í því hversu hæf þau eru til heimilistarfa. Flestir krakkar gera ekkert á heimilinu. Þannig að það er ekki það sem stýrir þessu. Sko, ef þetta myndi breytast, þegar vinnutími myndi styttast, þá held ég bara að fólki myndi almennt líða betur. Þannig að rannsóknir sem hefur verið að gera það sem hefur verið að mæla álag, sýna til dæmis að það er gríðarlegt álag á íslenskum mæðrum. Og sko, þótt að fólk svona mitt finni leiðir bara til þess að láta dæmi gangu upp, að þá einhvers þar bitnar það alltaf á þér. Og það er það sem að veldur mér áhyggjum, að það er svona kannski til lengri tíma litið. Fyrst það er oft þannig, ef við erum í einhverjum aðstæðum, að þá bara finnum við leiði til að láta dæmi gangu upp. Svo kannski þegar við horfum tilbaka, þá veltum við fyrir okkur bara, hvernig í ósköpunum tókst mér þetta? Börnin mín bara allt í einu sko vaksin mér yfir höfuð og hvað hef ég eiginlega verið að gera? Ég veit ekki, mér finnst lífið einhvern veginn bjóða upp og svo allt annað og miklu meira heldur en bara þetta. Þetta er rosalega drjúgur hluti af daglegu rútínum sem fer ég bara að sinna heimili og mér langar svo oft einhvern veginn að gera miklu skemmtir mér að gefandi hluti. Mér langar bara þetta sé eitthvað sem maður líður og er bara svolítið rútínu og allt taka þátt í. En ef það sé alveg svo, þá langar mér alveg frekar að eyða laugardagskvöldunum með honum eða bara, þú veist, við spilum eða höfum tíma í eitthvað annað, sko.